Þá ætla ég að sýna svolítið sem kallast fjalargöturinn og byrjanagildra sem að svartur getur lagt fyrir hvítan. Hvítur þarf ekki að falla í og þá þessi gildra ekkert svo góð á svartan. Það ýmislegt í þessu sem gott að sýna nemendum. Þarna kemur bæði fyrir gaffall sem hvítin að gera og síðan svartur að nýta sér góða leppun. Fyrstu leikirnir eru svona. Riddarinn hótar svarta beðinu. Svartur valdar. Hvítur leikur biskup út. Hér sem sagt upphafsleikur inn í fjalargeturinum, riddari D4. Svartur tekur sjálfur valdið af peðinu hérna, sem hvítur drepur. Og þá fer svartur út með drottninguna hérna og hóta bæði riddaranum og peðinu. Og að gabba hvítan til þess að leika riddaranum hingað og þetta gaffall. Nú svartur sér að hann getur drepið peðið og hótað hróknum á sama tíma. Þannig að hvítur forðar sér með hrókin hingað. Þá getur svartur drepið þetta peð. Skák á kónginn eins og við sjáum. Og það hægt að bera tvo menn fyrir, annarkvort biskupinn eða riddarann. Ef hann ber drottninguna fyrir, biskupinn og drottninguna segi ég, það engin riddari þannig. Ef hann ber drottninguna fyrir, þá tapast drottningin, þar sem riddarinn getur drepið hana. Og ef hann ber biskupinn fyrir, þá gott að láta nemendur stoppa þeim hérna ef maður að sýna þeim þetta á sýningartafli og spyrja hver sé besti leikurinn núna. Sumir myndi kannski segja að drepa riddarann, aðrir myndi segja að drepa biskupinn. En það hvorugt besti leikurinn. Besti leikurinn riddari hingað. Og þá svolítið gott að útskýra fyrir þeim að biskupinn má ekki drepa því að biskupinn leppur. Þannig að í þessu kemur fyrir gaffall. Hér gaffallinn. Og hér leppunin. Biskupinn leppur, maður sem má ekki færa sig, þá væri skák á kónginn. En skoðum hérna fyrstu leikina, því að þetta nefnilega ekki gott á svartan og það þarf að segja nemendum það, þó að sé allt í lagi að þau prófi þetta. Því að hér getur hvítur bara að drepa riddarann. Hann þarf ekki að drepa þetta peð hérna, hann bara drepur riddarann. Peð drepur, þá getur hvítur til dæmis hrókarað og með betri stöðu. En þetta var fjalarkötturinn og tilvalin leið til þess að útskýra bæði leppun og gaffall, hvernig það getur komið fyrir í tældri stuttri skák. Takk fyrir.